Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Hingað til minni setti ég heldur betur komið góðan gest, þannig að Hólmfríði Jóhannsdóttur, íþróttakennara, margreyndan. Já, velkomin Hólmfríður. Já, takk. Þú varst nú einu sinni þjálfarinn minn, þannig ég þekki nú aðeins hvernig þú starfar. Já. Í menntaskólanum, en við ætlum að byrja aðeins fyrr. Örlítið fyrr. Örlítið. Örlítið, já. Þú kemur í raun inn í íþróttir samt frekar seint. Þú byrjar að æfa þarna hvað, sund og fimleika 10 ára. Já. Og þú hafðir ekkert verið inn íþróttum fyrir það. Nei, það kannski var ekkert vaninn þá að byrja 3 ára í íþróttum, sko. Nei. Þannig, þú veist, maður var svo gamall. Þannig að það var bara, já, þetta var eiginlega tíminn. En það er nú ekki svo þegar þið setið inni og verið í töluleikjum? Nei. Við vorum bara endalaust úti. Það var bara hóað í bara krakkana í göttunni og það var bara farið út og allir í leik og þegar voru ólympíuleikar, þá voru ólympíuleikar hjá okkur. Bara notaði snúrustaurar og stillasar og ýmislegt fyrir áhöld. Þannig að, nei, við vorum alltaf á fullu, sko. En ég mitt kannski á þessum aldri með fyrir 10 ára, þá eiga íþróttir svolítið að snúast leik. Já. Enda var þetta algjörleikur, sko. En þú ferð inn í sund og fimleika og svo ferð að þjálfa fimleika, það ekki? Þá byrjar þinn þjálfaraferill. Já, þá byrjar svona þjálfaraferillinn og ég man að mér fannst það alveg ótrúlega skemmtilegt, sko. Fá þarna hóp af litlum stelpum og vera the leader, sko. Já. Ha. En það var hérna á Akureyri. Hvernig var aðstæðan og hvernig leit þetta út? Sko, ég byrjaði sko hjá fimleikafélaginu niðri í Skemmu og það var náttúrulega bara gömul tréstökkbretti svona rimla og svona harðar dýnur sem að þurfti átak við að rúlla út, þannig að þetta voru ekkert spennandi en skemmtilegt. Og svo fluttum við upp í Glerárskóla með bara húsið opnaði með öllum græjum, þannig að það var bara, þú veist, bara jólin alla daga. Það var bara geðveikt skemmtilegt, sko. Þannig að þetta var bara endalaus skemmtun, sko. En þetta er ekki langur tími, þú byrjar að æfa 10 ára og fer að þjálfa 15 ára. Já, var þetta alveg bara svona ást við fyrstu sýn? Algjörlega. Bara maður pantaði allur vasapeningurinn maður fór í að panta fimleikablöð frá Bandaríkjunum sem að voru með plaggati af Nadíu Comaneci og einhverju svona og það var bara betrætt herbergið og ég held að sko svo pöntuðu við okkur fimleikabóli að utan, þú veist, það var ekki hægt að fá fimleikabóli hér á Íslandi þá. Þannig að það bara, og maður var bara glaður að eiga ekki krónu eftir að hafa eitt pening með eitt fimleikaból, sko. Þetta er svolítið öðruvísi að núna leita margir í íþróttir og sjá fyrir sér framátækifæri og jafnvel tekjur af því en þarna ertu að fara að eyða öllum peningum bara til þess að geta stundað íþróttina. Já, algjörlega, já. Þetta var, já. En svo kynnistu þannig líka dansinum. Hvenær kemur hann inn? Hann kemur inn þarna, við höfum ekki verið, það var á þeim tíma sem ég var að byrja að þjálfa, þannig 15 ára, kringum 15 ára aldurinn. Sem Alice kemur sem sagt í bæinn, búin að læra og byrjaði með dansflokk og hún byrjaði á að koma inn í fimleikafélagi til þess að, ég held að Anna Hermanns hafi fengið hana inn til þess að þjálfa upp svona danshreyfingar og eitthvað og upp úr því stofnar hún dansflokk sem að, og svo seinna opnar hún stúdíó í J.M. Jóðhúsinu og ég byrja að kenna hjá henni. Þannig að þú ferð úr því að þjálfa fimleikana yfir að þjálfa dansinn og hvernig var þetta þegar þú fórst inn í dansinn? Var það, var það líka aftur fyrstu sín? Já, alveg. Þetta var, þessi tímar voru bara dásamlegir, sko. Við vorum, sko, þessi danshópur sem að ég var í, við sýndum dans í Sjallanum. Þegar hljómsveitina fór í hlé þá komum við og dönsum á gólfinu, einhver dans sem að Alice hafði samið og svona, þetta var lífið, sko. En ná tengt náttúrulega fimleikarnir og dansa? Já. Enda dansflokkurinn var nánast fimleikahópurinn minn, sko. Já. Þannig að þetta bara svona flæddi á milli. Svo fyrir því náttúrulega nám og mentari í þessu, segðu okkur hans frá því. Já, ég
var, þegar ég var búin í menntaskólanum, þá sótti ég íþróttakennaraskólann og ætlaði að sækja dansskóla í Kanada líka, en svo fékk ég það snemma jáið frá Laugarvatni að ég bara ákvað að kýla það bara. Þannig að ég fór á Laugarvatn. Þú fór á Laugarvatn og þar í raun fengu það að vinna með börnum í þjálfun, þannig að þið fengu góða verklega kennslu þar. Já, mjög flotta verklega kennslu í rauninni. Af því að námið okkar, við sem nemendur á íþróttakennaraskólanum, sáum íþróttakennslu í grunnskólanum og héraðsskólanum á Laugarvatni, undir handleiðslu okkar íþróttakennara. Þannig að við þurftum að kenna 2 saman tíma og svo bara settist maður við skrifborðið með kennaranum á eftir og maður fékk gagnrýni og svona. Þurfti að sýna tímaseðilinn áður en að maður kenndi og svona. Þannig að það var bara mjög flottur undirbúningur fyrir kennslu síðan mér. Og þetta átti eftir að reynast mjög afdrifarík ákvörðun að fara þarna á Laugarvatni því þarna kynnistu Unnari. Já. Og þið flytið svo saman austur og þar tekur þessa fimleika og dansinn svolítið með þér og... Já, ég náttúrulega þegar við komum austur og það ekkert nema frjálsar og fótbolti þar, sko. Og það eru bara ekki mína greinar, sko. Þannig að ég bara varð að skapa mér eitthvað. Þannig ég samdi við tengdapabba sem var skólastjóri í menntaskólanum á Egilsstöðum að ég fekk að setja upp spegla í einni kennslustofunni. Og eftir skóla á daginn þá var bara djassdans þarna, í speglasal. Já. Og svo stofnum við fimleikadeild þar líka. Þannig að þetta var bara, ég fekk bara leika mér með mína ástríði þarna. Þú mikill frumkvöðull þarna? Alveg algjörlega, sko. Algjör frumkvöðull. En núna hefur þetta vaxið heldur betur. Það komið nýtt fimleikahús fyrir austan, glæsilegt hús og þetta eru að nálgast 400 iðkendur í dag. Þannig að það lítur að vera gaman að sjá að maður koma að stofnuninni þarna. Já, þetta er rosalega gaman. Og sko gaman að segja frá því að Auður sem heldur utan fimleikana fyrir austan og búin að gera undanfæri fyrsti nemandi minn, sko. Fyrsta hópnum mínum. Þannig að þetta svona ennþá skemmtilegra fyrir vikið, sko. En þú fórst eitthvað á flakk líka með dansinn, eða ekki? Já, jú. Ég var með djassdans þarna á Egilsstöðum, bæði menntaskólaaldurinn og grunnskólaaldurinn. Og svo fór ég keyrði út í Eiða, ég keyrði inn í Hallorstað og var með námskeið þar líka. En svo áttu þið líka 2 eftir að fara svolítið á flakk, þú og Unnar og kenna íþróttir víða. Já, við bara, svo rótlegir, sko. Já, það var þannig að Unnari, honum bauðst að fara, eða það var hringt í hann var beðinn að koma í Lauga og kenna yfir sumarið þar. Og bara spennandi, hann gerði það og þá losnaði íþróttakennara staðan þar. Og það bara í einhverju bríari, prófum það bara. Þannig að við fórum þangað og fórum svo aftur austur eftir 5 ár og keyptum þá líkamsræktarstöð, Táp og Fjör og vorum þar með og rákum hana í 4 ár þar. Og það var bara, þá vorum við bara með pallatíma og tækjatíma og hóptíma og bara lífið var bara líkamsrækt. Já. Þangað til að börnin voru orðin 4, þá var þetta spurning að selja börnin eða líkamsræktina. Og þannig að við seldum líkamsræktina, héldum börnunum og þá duttum við eiginlega í Varmahlíð. Það var bara svona búin að selja, við getum gert hvað sem Þá sjáum við auglýsingu frá Varmahlíð og það var skólastjóri þar sem við höfum verið hjá á Laugum. Bara, það laust hér, ef að hringja. Og Unnar hringir og 15 dögum seinna vorum við flutt með allt. Já. Þannig að þetta allt svona, mjög
spontant eitthvað. Já, íþróttir, þær hafa einhvern veginn alltaf fyllt ykkur og leitt ykkur þá á marga staði. Já, í rauninni, já. Þannig að það eru mikil tækifæri í þessu og þetta þarf ekki alltaf að vera sama greinin eða sama kennslan. Það er líka sett stöð og þið getið í raun svolítið, spila þetta eftir ykkar áhugasvið eins og þú hefur gert með dansinn og fimleikum. Já, við höfum alveg getað það. Ég var til dæmis, leið að ég komum í Varmahlíð, þá var ég komið með leikfimishóp þar, þú veist, eins á Laugum, þú veist, maður hefur alltaf þetta er þannig sport að maður getur einhvern veginn bara alltaf komið í á koppinn þar sem maður er. En eins og í dag, bæði fimleikar og dansinn, maður sér þetta Akureyri fyrir austan og fleiri stöðum, þetta eru íþróttagreinar sem að henta stelpur mjög vel, stelpur í miklu meiri hluta þarna. Það eru undan eins og segir fyrir austan boltagreinar sem eru oft, þar eru strákar fjölmennari. Þannig að þessi uppbygging á þessum íþróttagreinum, hún hefur skilað sér svolítið í því að þessi framboð fyrir íþróttagreinar sem henta eru bæði strákum og stelpum. Já. Af því eins og til dæmis fyrir austan eru fimleikarnir önnur stærsta greinin eftir hóp? Já, og mjög margir strákar. Og það voru strax þarna þegar við stofnum félagið þar að það var strax góður strákahópur þar. Já. Sem var kannski af því að þetta var náttúrulega alveg nýtt þarna. Þetta hafði ekki verið neitt svona áður, þannig að þetta var forvitnilegt. En svo kom ég hérna á Akureyri, 2003? Já. Og þú er búin í menntaskólanum, síðan 2008. Já. Þannig að þið hafið fundið svo ykkar stað hér? Já. Það er náttúrulega, ég er héðan, þannig að það er gott að vera komin heim, sko. Unnari bauðst að þjálfa frjálsar hérna. Þannig að það var svona til þess að taka skrefið og koma hingað. Og ég fór að þjálfa út á Bjargi hjá Óla og Öbbu og byrjaði reyndar aðeins að þjálfa fimleika hérna þegar ég kom. Þannig að það bara, fór að kenna í Oddeyrarskóla. Já. Sem var mjög skemmtilegt, frábær vinnustaður. En svo var Unnar komin alveg í menntaskólann og fríin voru svolítið að skarast, sumarfríin í framhaldsskóla og grunnskóla, þannig að þegar að losnaði þar þá ákvað ég að prófa að sækja. Já. Og þar eru þið í dag? Þar eru við bæði í dag. Já. Það var þetta langa ferðalag búið að leiða okkur á þennan stað, þannig að haldið sér akkúrat tími til þess að kíkja yfir í stuttar auglýsingar og við höldum síðan áfram eftir þess. Já, áfram höldum við hérna í taktíkinni, hún hjá mér Hólmfríður Jóhannsdóttir eða Hoffa íþróttakennari. Við erum búin að fara svolítið yfir söguna í fyrir hlutanum og núna komið að ég að ræða svolítið íþróttakennsluna. Já, ef við förum yfir þetta, þú ert búin að kenna dálítið mörgum einstaklingum í gegnum árin. Já, þeir eru alveg nokkrir, sko. En þetta á svolítið breiðu aldursspili líka. Núna er þetta mest að vinna með framhaldsskólaaldurinn, en þú hefur alveg kennt öllum aldri. Já, í skóla. Já, og svo bara svo Bjargi. Já. Þú veist, ég náttúrulega, þú veist, verið með íþrótt á skóla, þannig ég get verið, þú veist, frá 3 ára og upp í 70 og eitthvað, 8 sko. Já. Hvaða aldur er skemmtilegastur? Er hægt að velja? Nei, það er ekki hægt að velja. Það er sjarmi við öll aldurspil, sko. Algjörlega. En við þurfum þetta aldurspil sem er kannski mest í fókus á núna, sem er þessi framhaldsskóla aldur. Þetta eru mikil mótunar ár sem við ætlum að vinna með og þetta hlýtur að vera dálítið skemmtilegt og margbreytilegt. Hefur þetta ekki breyst svolítið í gegnum árin að vinna með þennan aldur? Jú, mér finnst það. Mér finnst svona... Maður þarf svona... Maður þarf að passa sig að taka sig ekki of alvarlega, sko. Kannski sérstaklega þessari grein, sko. Þess að krakkar eru oft svona... Oft pínu svona hlédrægir og spérhættir að vera að hreyfa sig fyrir framan aðra og gera eitthvað og halda allir sig að horfa á sig. Mér finnst það vera aukast svolítið núna. Já. Þannig að maður þarf ofta að leika, þú veist, setja sig í sprelligýrin og vera tilbúin að gera sig aðeins að fífli svona. Já. Leyfa sér að vera asnalegur og það er bara allt í lagi, sko.
Ég held að ég sé búin að venjast í alveg að maður get, allavega ég get verið eins og fáiði. En það kannski einmitt á þessum aldri, þá maður svolítið í líkamsræktinni með það markmið að þetta stuðlega betra á útliti. Maður með þetta útlitsmiðuðu markmið kannski þessum aldri og samfélagsmiðlarnir hjálpa náttúrulega ekki til. Nei, nákvæmlega. Þannig að það kannski veitur að vera spérhæðslu sem Já. Og svo finnum maður munin, sko, leið oft farin að kenna eldri, að þá er hugsunin þar, það er að fá sterkari og betri líkama, þú veist. Driftin er allt önnur hjá þeim, sko. Og það er það sem manni svona langar mest til að koma inn hjá þessum aldri. Bara hreyfið ykkur til þess að fá betra líf. Hreyfið ykkur til þess að fá sterkari skrokk, vera sterkari andlega, bara sterkari að takast á við lífið. Já. Það er svo margt sem bankar upp á, sem að bara, maður fær ákveðna seiglu við að stunda líkamsrækt. Ég vil ekki segja íþróttir, bara líkamsrækt, hver sem hún er. Þú færð ákveðna seiglu sem að gerir þig sterkari í mótlæti. Það er bara, þú veist, það er svo margreint. En einmitt eins og þetta, þú ert ekki að kenna einhvers konar ljósmynda áfanga eða einstakran tíma, sérðu að æfingarnir sem krakkarnir eru að leita í eru líka til þess að miða að útliti miklu frekar heldur en þess að byggja upp sterkan og heilbrigðan líkamann? Já. Það er alveg, á þessum aldri er það mjög sterkt, sko. Rassæfingar eru inn núna. Já. Það er bara, og þegar maður nefnir að, þú veist, reyna kannski að jafna yfir allan líkamanna, að þá tala maður stundum við stein, sko. En þetta er bara samfélagsmiðlar sem að í rauninni skapa þetta, myndi ég að segja. En svo þarf líka þess að fjölbreytni að maður sé að leita kannski svolítið út fyrir sín eigin þægindaramma og íþróttakennslan þarf að miða því. Já. Taktu þátt í einhverju sem að þú ert pínurhættu við, sko. Og breyttu æfingunum þínum, ekki festast í ákveðinni tegunda æfingum og svo kann líkaminn bara á þetta. Þú kannski breytir æfingum innan prógramsins en prógramið er alltaf sama beinagrindin. Þannig að líkaminn veit nákvæmlega hvað þú ert að fara að gera á næsta klukkutíman og þá verða framfarirnar og bara, þú veist, þá vantar þig að móta eða sem sagt skapa betri skrokk í rauninni. Svo maður eftir eins og í skólanum, sko, maður var kannski heimaðall í rektinni eða boltatímanum en svo maður líka settur í það að vera í sundi og kannski í dansi og í dansi þarf alltaf að fara að bjóða einhverjum upp í dans og það getur nú verið alltaf erfitt og tekið á feimnina. En það skila sér ekki bara í því að maður lærir dans, heldur líka bara í því að kljást við þessa feimni í sjálfum sér sem skila manni svo út í lífið. Algjörlega, já. Og kannski með þennan fræga dans í menntaskólanum sem að tengist náttúrulega árshátíðinni, að þetta eru gömlu dansarnir sem að krökkunum finnst sérstaklega þegar þau koma fyrsta ári bara þau eru gapandi, sko, hvað þau að fara að læra þetta. En þetta dansform, það í rauninni er svo félagslegt. Við erum alltaf að reyna að vera með mikið á svona skiptidönsum, þar sem þú dansar ekki við sama aðilann allan tíman, heldur ertu endalaust að skipta og þá skiptir engu máli við hvernig þú byrjar að dansa, skilurðu. Þú ert alltaf að fara á milli og hittir einhvern í 2 mínútur á meðan þú tekur þessi spor og svo ferðu á næsta og þannig að þetta er ekki hræðilegt, sko. Nei. En það er með þessi punktur að þetta sé félagslegt, að íþróttakennsla sé félagslegt. Það lítur að skipta miklu máli. Það skiptir bara rosalega miklu máli. Sérstaklega þegar þú situr kannski við námið meir og minna allan daginn yfir bókinni. Jú, þið spjallið í frímínútum og hugsanlega í tímum. En þarna gefst náttúrulega þessi vettvangur að gera eitthvað félagslegt tengt með bekknum, sprella aðeins og leyfa sér að gera eitthvað skemmtilegt, sko. Og það bara skiptir rosa miklu máli á þessum árum að skapa þessi félagslegu tengsl.
þú náttúrulega tekur við náttúrulega núna, þetta eru þannig að núna 3 ári í framhaldsskólanu voru 4, tekur við nemendum og skilar þeim af þér einhvern veginn alltaf aftur og aftur. Myndirðu stundum vilja hafa svona fingurnar aðeins lengur í þeim eða þarf svolítið að byggja upp bara þetta sjálfstraust og ábyrgð fyrir íþróttaiðkuninni, er það aðalatriðið? Mér finnst það aðalatriðið á þessum árum sko. Það er að þú kveikir þennan vilja í einstaklingnum að vilja hlúa sjálfum sér með því að vera í góðu formi. Og þetta að vera í góðu formi, það er ekki afreksform sem að virðist vera, mér finnst svo sterkt núna, annarkvort ertu afreksmaður, rosalega góður og ert bara að æfa 24/7 sko, eða þá þú ert ekki í neinu. En það er akkúrat þessi meðalvegur sem er besta fyrir líkamann. En lendir einhvern tímann í einhverju klemmu eða því kennarar að þetta er náttúrulega líka menntastofnun og einhverjum tímapunkti þarf að meta þetta til einhvernar og það þarf einhvern að mæla þetta líka. Verður þetta ekki svolítið svona að ætla að mæla eitthvað en svo er það meðalvegurinn sem er bestur? Þetta er það leiðilegasta við íþróttakennsluna. Það er að gefa einhvernir sko. Það er algjört pein sko. En það náttúrulega þarf einhvern veginn að vega þetta og meta og við reynum bara að vera sanngjörn í því. Þannig að bara eins og ef þú hefur búið í Englandi í einhver ár og kannt ensku reiðbrennandi, þá er svo sem gefið mál að þú hlýtur að standa betur að vígi í ensku heldur en nemandinn við hliðina á þér. Og þannig að þú færð hærri einkunn í ensku og kannski er það sama með íþróttir en ef þú sinnir ekki áfanganum sem þú ert í þó að þú sért góður að þá náttúrulega dregstu niður að samaskapi og ef að þú ert ekki góður en sinnir honum vel að þá hífir þig upp. Þannig að við horfum á þetta er kannski stærsti þátturinn. Hvernig ertu að stunda áfangan í skólanum, ekki á æfingunni eftir skóla. Er þetta breyting sem hefur orðið í mati á íþróttaiðkunna? Hún hefur færst kannski meiri yfir í þetta og minni áherslu á hvað getur stokkið langt eða hoppa hátt? Já. Og við höfum við höfum oft verið með svona grunnmælingar en þá eru viðmiðin þannig að ef að þú nærð þeim ekki að þá er þetta bank í bakið á þér að ég er ekki í nógu, ég þarf að fara að taka mig á, ég er ekki alveg í nógu góðu formi sko. Þannig að lágmörk, eða sem sagt, já, þessi mörk eru svona til þess og þau eru það lág að þú þarft ekki að vera afreksmanningur til þess að ná alveg fullum dampi sko. En við reynum, sko þetta er bara lítill hluti af einkunninni þá. Og svo hefur farið út í það að þú mælir jafnvel, þú velur þér mælingar sem að þú vilt bæta þig yfir önnina og svo sjáum við bætingarna þar. Þannig að við erum alltaf að reyna með þetta að þetta sé hvetjandi fyrir krakkana að vinna að því að bæta sig. En svo er þetta fjölþætt líka, það er ekki bara með þessi hreyfing og styrkur og liðleiki, það er líka náttúrulega það sem skiptir máli svefn, hvíld, næring. Þetta eru þættir sem oft fari ansi mikið rugl á þessum aldri, framhaldsskólaaldrinum, fyrir að sofa minna og borða óhollt og hvernig er eiginlega að reyna að koma þessu inn? Sko við reynum að predika þetta eins og við getum sko og það er þetta mjög ánægjulegt að sjá að það er mjög stór hópur af nemendum sem virkilega bara kemur með flott nesti með sér í skólan og er mjög svona vakandi gagnvart næringunni sinni. Og svo náttúrulega er annar hópur sem er það ekki. Já. En þannig að maður reynir alltaf að pota því inn og svona og stundum, þú veist, sér maður nemendur sem eru kannski útskrifaði fyrir 3-4 árum síðan sem eru komni bara í allt annan lífstíl heldur en þeir voru í skólanum. Og þá svona bara
þetta hefur verið einhvers staðar þarna kannski bak við eyrað. Já, náður að planta ykkur fræði. Já. Og þá maður bara sáttur, sko. Þetta einmitt, það þarf að kveikja innan áhuga. Þú getur sagt mér að borða hollt og sagt mér mikilvægi þess, en ef ég finn það ekki hjá mér, þá gerir ég það ekki. Nei, þá gerur það ekki. En svo kemur að því að einhver tíman bara, jú, þetta var nú kannski ekki svo vitlaust, ég þarf að fara að gera eitthvað. Og þú kannski ekki tilbúin í sjálfskoðun á þessum árum. Þú ert bara að fljóta með straumnum og hafa gaman og bara skiptir ekki máli, það sem allir að segja. En svo bara, það þarna í 20-21 árs aldurinn sem að framheilinn orðinn fullþroskaður og þá verður oft bara, maður sér mjög oft bara á við þessi áfangaskil að verða 20-21 að þá einhvern veginn gerist eitthvað. Svo hlýtur það rosalega áhugavert með svona breiðan hóp af einstaklingum að sjá þau þroskast á mismunandi hátt. Þú getur verið með þennan afreks einstakling sem ofboðslega mikill íþróttamaður, en það getur verið alveg gefandi að þjálfa hann alveg eins og einstakling sem maður veit hefur engan áhuga í íþróttum, en sýnir því samt bara áhuga og sinnir því. Já. Þannig að þetta getur verið mjög gefandi. Og það sko, þeir sem eru afreksmenn og þeir sem eru að æfa íþróttir, maður hefur minnstar áhyggjur af þeim. Þú veist, maður vill grípa hina. Áhuginn liggur kannski meira þar að gera eitthvað þannig að þau svona að kvikni á hjá þeim og bara, ég verð til í að prófa, sko. Já, planta fræin hjá sem flestum. Já. Ná hópnum sem heild góð. Já, akkurat. Ófa, takk kærlega fyrir að koma í settið og segja okkur frá þessu skemmtilega starfi og allir þessari sögu. Þú veist, maður verið svo í þetta langan tíma, við náum ekkert alveg utan um þetta á hálftímanum, en við gerum okkar besta. Já. Það skiptir máli, maður reynir að gera sitt besta. Já, takk fyrir. Já, takk. Og takk fyrir áhorfendur í þessum þætti. Við sjáumst þess í næstu viku.